Sigríður Huld Jónsdóttir hóf störf sem skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri áramótin en frá haustinu 2006 hefur hún verið aðstoða skólameistari skólans. Sigríður Huld er fyrsta konan til þess að gegna stöðu skólameistara á Akureyri. Hún er með BSc-próf í hjúkrunarfræði, auk þess að hafa lokið námi til kennsluréttinda í framhaldsskóla og diplóma í opinberri stjórnsýslu. Frá 2006 hefur hún verið aðstoða skólameistari VFM og skólaárið 2011 til 12 var hún settur skólameistari í leyfi Hjalta Jóns Sveinssonar fyrrverandi skólameistara og starfið leggst vel í hana. Starfið leggst bara virkilega vel í mig, enda mörg verkefni í þessum stóra fjölbreytta skóla og margt sem að við erum búin að vera að vinna að sem að þarf að halda áfram með og ný tækifæri handa við horni líka, en mjög ögrandi starf sem ég er að taka við og ég hef bara miklar væntingar til þess. Þú þekki nú ágætlega til innan dyra, varst stúdent hérðan? Já, ég var stúdent hérðan 1993 og kem svo til starfa 2003 eða 2004 minni mig sem stundakennari og aðstoðarskólameistari frá haustinu 2006, þannig að ég er nú búin að vera í svolítinn tíma og alltaf haft mjög gaman að því að vera hvort sem það var þegar ég var nemandi eða sem kennari og núna sem stjórnandi. Þannig að þú þekkir ágætlega til svona ratar um gangana? Já, maður ætti nú að vera fann að rata um gangana og maður er svona ennþá reyndar með gangana einhvern veginn í hausnum eins og þeir voru þegar maður var nemandi. En maður þekkir svo alveg vel inn í skólanum, í húsnæðinu en eins er líka námið í skólanum. Maður þarf líka að þekkja það og vita hvernig það fungerar inn í byggingunni, því að skólinn er ekki bara húsið, heldur nemendurnir sem eru inni og síðan kennararnir og starfsfólkið. Verkmenntaskólinn á Akureyri er einn af stærstu og fjölbreyttustu framhaldsskólum landsins. Já, það er rétt. Það eru fáir skólar með eins fjölbreytt námsframboð eins og Verkmenntaskólinn á Akureyri. Við erum bæði verkmenntarskóli og höfum náttúrulega verið það lengi og grunnur skólans liggur meðal annars úr gamla iðnskólanum sem var á Akureyri og við höfum og skólinn alltaf lagt áherslu á það að sinna atvinnulífinu á svæðinu. Eins erum við skólið þar sem að nemendur útskrifast sem stúdentar og margir af okkar stúdentum fara til dæmis í Háskólann á Akureyri, áframhaldandi háskólanám og svo í annað nám á háskólastigi, þannig að skólinn er fjölbreyttur og ungt fólk á Akureyri hefur fjölbreytt val það hvað það vill læra eftir að það hefur klárað sinn grunnskóla. Hvaðan koma nemendurnir, væntanlega flestir hérðan frá Eyjafjarðarsvæðinu? Já, flestir eru frá Akureyri en við erum með nemendur nánast úr hverju einasta póstnúmeri á Íslandi og dreifist mjög mikið og við erum að fá nemendur af Eyjafjarðarsvæðinu og Þingeyjarsýslunum, Húnavatnssýslum og Skagafirði. Það er svona flestir af þessu norður og norðaustur vestur svæði landsins en við erum að fá nemendur allstaðar að. Sérðu fyrir þér einhverjar breytingar núna á starfseminni þegar þú sest í stól skólameistara? Ég ætla nú ekki að fara í einhverjar ógulega breytingar bara strax í upphafi en auðvitað fylgir þegar verður breyting á stjórnendum, þá fylgja ákveðnar breytingar, ekkert endilega einhverjar umturnanir á því starfi sem að viðkomandi skóli er að sinna, heldur kannski kemur einhver svona persónlegu blær vonandi inn í og breyttar áherslur inn í skólastarfið og ég hef sjálf mikinn áhuga á því að efla starfsþróun kennara og það er verkefni sem að ég vil komast sem fyrst í en það er margt sem að þarf að huga að núna svona í upphafi og sérstaklega maður tekur við þessu starfi áramót og tíminn var ekki langur sem ég hafði til þess að hugsa hvað ætla ég að gera með í þessu nýja starfi því að við erum náttúrulega bara nýlega búin að koma önn á stað og augnablikinu er ég aðstoðarskólameistari og að setja sjálfa mig inn í starfi þannig að það er ansi margt að gera en ég vil leggja áherslu á starfsþróun kennara og ég vil líka leggja áherslu á það sem þessi skóli hefur líka gert á vellíðan nemenda innan skólans.
En skólinn, hann hefur verið að ganga í gegnum miklar breytingar á undanförnum misserum. Já, síðastliðið haust þá hófum við kennslu á nýjum stúdentsbrautum sem eru settar upp sem 3 ára stúdentsbrautir. Núna á þessu skólaári erum við að endurskoða námið í iðn- og verknámi og það svolítið flóknara mál og margir aðilar sem þurfa að koma þar að og svona vantar kannski frekari stefnumótun frá ráðuneytinu til dæmis það hvernig endurskoðun á verknámi á að fara fram en ramminn utanum iðn- og verknám og sérstaklega nám sem til sveinsprófs í allt öðrum ramma heldur stúdentspróf og það svona forskriftin sem við fengum með stúdentsprófsbrautunum var meira tilbúin heldur en sú forskrift sem við höfum í dag í tengslu við iðn- og verknám. Þeir nemendur sem að ljúka bæði þá stúdentsprófi og faglegu námi, möguleikar þessar nemenda eru mjög miklir. Já, það alveg tvímælalaust að nemendur sem að klára hérna hjá okkur, til dæmis bara segjum eins og rafvirkjun og halda síðan áfram og taka stúdentsprófi, þeir eru komið mjög góðan grunn fyrir til dæmis tækninám á tæknisviði. Þannig að möguleikarnir eru mjög miklir, pluss það að nemendur sem klára iðnnám eru komið starfsréttindi og það mjög dýrmætt að geta haft þessi starfsréttindi hvort sem það til þess að fara að vinna strax í faginu sínu og bara að vinna við það eða hvort að það notað líka sem til þess að byggja sig upp fyrir frekara nám. Þannig að möguleikar nemenda sem að klára iðnnám eru mjög miklir í dag. Það að útskrifast sem stúdent, það sannarlega gefur þér réttin til þess að halda áfram í háskólanámi en kannski ekki eins mikla möguleika á vinnumarkaði eins og iðnnám og tala nú ekki að heimurinn hann alltaf að minnka og atvinnusvæðin eru að stækka þannig að fyrir ungt fólk með menntun að fara erlendis að þessar einstaklingar eiga yfirleitt tiltölulega auðvelt með að fá vinnu þannig að það ekki svona kannski ákveðin misskilningur hjá bæði ungu fólki og foreldrum að halda og sérst að loka einhverjum leiðum með því að fara í iðnnám en það alls ekki þannig það eru mjög mörg tækifæri með því að klára iðn- eða verknám og hvort sem að maður heldur síðan áfram með því að klára stúdentspróf og síðan að fara inn í háskólanám. Þekkir nýr skólameistari verkmenntaskólans á Akureyri alla nemendur með nafni? Nei, það ger ég ekki og en maður samt í þessum skóla og í gegnum tíðina það eru svona ótrúlega mörg andlit og nöfn sem að maður og einstaklingar sem maður kynnist úr nemendahópnum og stundum það nú sagt að það bara ágætt að engin stjórnandi í VFM að þekki mann því að þá hefur maður bara verið í góðum málum en það ekkert alveg bara þannig, það ekki bara ég ekki bara að hitta nemendur til þess að skammast í þeim heldur líka að vinna með nemendum eins og nemendur sem að koma að félagslífi og að vinna fyrir skólan að maður kynnist þessum nemendum og nemendur eru bara ófeimnir og vonandi halda því áfram vera ófeimnir við að ekki bara tala um mig heldur aðra stjórnendur hérna innan skólans og fá ef það einhver úrlausn mála sína sem þau þurfa að fá.